Komið þið sæl aftur, börnin góð. Nú skulum við halda áfram með sögun okkar. Á meðan hinir lærisveinarnir voru að kenna heimi hjá sér, fór Mulla Hussein til stórborgar sem heitir Teheran. Dag hvern var hann vanur að yfirgefa heimili sitt snemma morguns og segja öllum þeim sem vildu hlusta á hann frá hinum fyrirheitna. Hann sneri svo aftur til herbergi síns eftir sólsetur. Munið þið hvað Babin hafði sagt honum Teheran? Babin sagði: Leyndardómur er falinn í þeirri borg. Þegar hann opinberast, mun hann breyta jörðinni í paradís. Mulla Hussein hefur áreiðanlega oft hugleitt þessi orð og undrast þau. Vissulega hlýtur hann að einhverju leyti að hafa getið sér til leyndardóminn. Því hann trúði að í Teheran fyndi hann hinn fyrirheitna sem átt að koma eftir að Babin hefði úthellt ljósi sínu yfir heiminn. Eins og við höfum heyrt áður, ætlaði Guð að senda 2 guðkennara í stað 1. Mulla Hussein hlýtur alltaf að hafa verið að svipast eftir hinum kennaranum. Þar eða vissi þetta. Stundum gerast mjög undursamleg atvik í þessum heimi, ef við elskum Guð og reynum að gera vilja hans. Nú ætli ég segja ykkur söguna því hvernig Mulla Hussein uppgötvaði leyndardóminn í Teheran. Nótt eina klukkan 12 bankaði maður á dyr hjá honum. Mulla Hussein átti ekki von á neinum, en bauð honum inn og ræddi við hann Babin. Að lokum spurði hann manninn: Hvar eru heimkynni þín? Ég á heim í Núr, svaraði maðurinn. Mulla Hussein spurði: Þekkir þú einhvern ungan mann sem mjög vitur og góður og ver tíma sínum til hjálpar fátækum og þeim sem eiga í erfiðleikum í lífinu? Jú, það geri ég. Ég fer oft heim til hans. Þetta svar kom Mulla Hussein í svo mikla geðshræringu og gerði hann svo hamingjusaman að maðurinn skildi ekkert í því hvaðan á sig stóð veðrið. Hann bað hann að fara með bréf til unga mannsins og færa sér svarbréf, ef honum yrði fengið það. Fá þú honum bréfið í dögun, sagði hann. Þið hafið ef til vill getið ykkur þess til að þessi ungi maður var engin annar en hinn fyrirheitni, hinn guðlegi kennarinn sem Guð ætlaði að senda. Hann hét Baha'u'lláh. Auðvitað vissi sendimaðurinn ekki hver hann var, en það eitt að heyra hann lesa bréfið upphátt gerði hann alsælan. Baha'u'lláh bað hann fyrir skilaboð og fékk honum í hendur sykur og te. Ef til vill finnst ykkur þetta einkennilegar gjafir. En það var erfitt að fá sykur og te í Persíu í þá daga, svo að menn voru alltaf þakklátir fyrir slíkar gjafir. Þegar Mulla Hussein tók við skilaboðunum og gjöfunum frá Baha'u'lláh, varð hann svo hrærður og hamingjusamur að hann gat varla komið upp nokkur orði. Hann stóð upp í skyndi, tók við gjöfunum sem maðurinn var með og kyssti þær. Síðan faðmaði hann sendimanninn að sér og sagði: Ástkæri vinur minn, ég bið þess að á sama hátt og þú hefur glatt hjarta mitt, megi Guð fylla hjarta þitt fögnuði.
En gat maðurinn ekki botna neitt í því hvers vegna Mulla Hussein var svona ósegjanlega glaður. Hver þessi maður sem hann hafði fært bréfið, hugsaði hann. Nokkrum dögum seinna, þegar Mulla Hussein lagði af stað frá Teheran til annarar borgar, kallaði hann sendimanninn á sinn fund. Lát engan vita það sem þú hefur heyrt, sagði hann. Geym þetta leyndarmál innra með þér. Hann útskýrði fyrir honum að ef hann segði frá nafni unga mannsins, myndu óvinir hans reyna að gera honum mein. Hann ætti hins vegar að biðja Guð að varðveita hann, svo hann gæti hjálpað hinum fátæku og öllum þeim sem áttu bágt. Þannig fann Mulla Hussein Baha'u'lláh, hinn fyrirheitna, þann sem seinna kom fram á sjónarsviðið. Samt sem áður vissi hann að hann mætti ekki segja neinum frá honum, fyrr en það væri orðið tímabært. Hann yrði fyrst að segja frá barnum og að nýr og fagur dagur væri runnin upp fyrir fólkið sem lifir á jörðinni. Seinna, þegar það var orðið tímabært, sagði Babinn fólkinu frá Baha'u'lláh.